Sigurbjörn Bárðarson, til hamingju með þetta. Já, takk. Það er bara eins og þú er heima hérna. Þetta er voðalega notalegt umhverfi fyrir mig, hefur verið það í gegnum tíðina. Já, þú vannst hérna á Jarli fyrra. Já. Aftur núna. Já. Til hamingju með það. Já, takk. Ha, og hvað, er þetta bara eitthvað 10 ára prósess núna framöndan að þú takir þetta á Stakki og Jarli núna? Heyrðu, hann er nú búinn að koma hérna, Jarli er nú búinn að, nei, hann Stakkur er nú búinn að koma hérna, er ekki bara 8 sinnum sem hann hefur unnið þetta hérna. Já. Það er bara rugl, sko. Það er nú bara rugl, sko. En hann er nú orðið fullorðinn, það fer nú að síga á seinni hlutan í þessu hjá okkur öllum, sko. Þannig að einhvers þar eru takmarkin, sko, aldur og annað kemur til, en hann er náttúrulega í toppformi og til aðeins líklegur ennþá, sko. Já. Hann er ekkert að dala eða neitt slíkt, sko. Já. Er hann orðinn sjálfskiptur bara hérna á þessu? Veit hann bara hvað hann að gera? Nei, veistu það, leið og hann verður sjálfskiptur og ég fer að geta sett svona eins og þess á sjálfstýringu, autopilot, þá hætti ég á honum, sko. Þá er hann veikur, sko. Nei, ég er svona farþegi sem að íhlutast til stjórnunina og legg til ykkur aðgerðir hvað hann er að gera og reyna að fá hans að samþykkja það. Ef hann er í þannig skapi að honum finnst það ekki á hæfi, þá lætur hann alveg vita það, sko. Þannig ef ég fer vitlaust að honum, en þetta er svona, hann er svo sérstakur með það, hann er til ljúfur hestur í sjálfum sér, en hann er ákveðinn og skapmikill, en maður þarf alltaf að semja við hann, alltaf að hafa hann á sínu bandi. Já, nákvæmlega. Þannig er það ekki bara svoleiðis sem alvöru gæðingar eiga að vera? Jú, það er svo mikið persónuleiki og karakterinn er svo svakalega ríkjandi í honum. Þannig þetta er hestandi sem höfða til manns. Fyrir mig er þetta alltaf skemmtilegast eiga við, sko. Já. Herðu, ég ætla ekki að trufla þig í undirbúningnum. Kannski heyri ég þér aftur eftir aflokkin. Aldrei að vita. Gangi ykkur vel. Já, takk. Nu är jag kommit färdig, mamma. Mamma. Då är det. Hej. Sérðu? Það kan vera svona tækta í þetta, sko. Sérðu svona tækta þetta aftur á í tæktu. Og kastar på tonnu, mætti vera að láta sjá sig. Það mætti ganga aðeins snabba svo við. Þá eftir 10. og saman hjálp frá Hvalfjalli.
Þú brekkudómari Nei, bara áhorfandi. sem áhorfandi. Hver er sigurvegari að þínu mati? Ég veit það ekki. Ég held að Krít hafi þetta. Svo kemur þessi Jarpi Óla Já, og svo Bjössi, svo Anna Björk. Eða Anna kannski fyrir ofan Bjössa, veit ég. hvernig hefur þú tekið með þér heim? Ef við þurfum ekki að borga. Já, ef þú ættir endalaust að finna. Ég hef sem myndum taka Krít. Það er Krít með þér heim. Og svo stigandi og halda eins og bara. Já, búið til eitt. Skýran met. Já. En þetta er frábæra hestar maður, þetta er frábæra sýning svona beint í braut. Alveg snill sko. Skemmtileg svona lokapunktur á... Það er eitt mót eftir, tómamóti. Já, það er íþróttamót. Það er svo íþróttamóti, já. Það er öðruvísi aðeins. Það er aðeins öðruvísi. Já. Það verður frábært. Frábæri tímar hérna í skeiðinu. Það verður gott við næstu helgi þá toppa menn sig. Það er gaman þegar toppa svona í lok keppnistímabils. Það er yfirleitt þarna á þessum tíma sem að tímarnir eru farnir að falla, er það ekki? Jó. Maður sér það allavega fréttunum erlendis frá þegar morgun tíma núna. Já, nákvæmlega. Þannig að við verðum aldrei spýtilófana eða hófana. Já, eitthvað þarf að gerist. Það ekki. Takk fyrir spjallið. Takk. Til að vera næsta. Ef þú ættir að taka einn með þér heim. Ég? Ætli ég myndi ekki taka Krít. Og haldinn undir einhvern af þessum hestum. Já, sennilega bara svipað og Siggi sagði, stíganda, hann hjálpa. Eru þeir svo sammálaðið þannig að svona? Já, við erum sögfrá, sko. Já. Saman liði. Það er bara þegar ræktanir hérna, þetta er Krít. Já, ok. Hvern myndið þú taka með þér heim? Ég er hættur í hestamennskunni. Bara alveg? Já. En hvað var flottast í dag, fyrir utan hana? Ég sá ekki, ég var að koma. Lígur því? Ég líði ekki. Það er bara til hamingju með þessa ræktun þína. Það er ágætt hjá þér. Það sleppur fyrir hótt. Skulum sjá hver vinnur. Til hamingju með sigurinn. Já, þakka þér fyrir. Þetta var, ég man eftir í fyrra, þá vannstu bíóslitin. Já. Svona nálætti, hvað er fjórðarsæti? Já. Og núna var þetta bara örugt, alla leið. Já, mér fannst það nú ekki. Nei, Einhvern veginn fannst mér það ekki. En þetta svona hafðist. þetta hafðist, þetta tókst. Og þetta er ótrúlega meiri. Hún hefur svona eitthvað bara sem aðrir önnur hús hafa ekki. Já. Hvað geturðu sagt mér um hana? Hvernig hefur verið að vinna með hana? Það er búið að vera alveg frábært sko, þannig sko. Hún er rosalega viljug og hérna er svona, maður þurfti svolítið að hafa fyrir henni. Hún er ég veit ekki eiginlega hvað ég á að segja sko. Ég er ofsalánaði með þessa beitingu í henni og með svona þýða og góða lund og þetta hefur alltaf bara verið svona upp á við. Já. Já, takk. Og hún er raundan Hrím frá Hofi. Já. Og þú varst nú sjálfur svolítið með Hrím, er það ekki? Jú, ég var með Hrím og hérna fekk hann á 5. vetur og hann voru og sýndi hann og var svo með hann í svolítið tíma. Er hún lík honum? Já, hún er mjög lík honum. Já. Mjög lík honum. Já. Og þau eru það mörg undan honum. Já. Þau eru... Mér finnst þetta alveg frábært og svo. Já. En það þarf að gefa það smá tíma, þau eru viljú og öðru. Já. Svona lifandi? Já, eru lifandi. Já. Svo viljum hafa þetta. Já. Það er algjörlega hrekklaus og fín. Já. Herðu innilega til hamingjuleg og... Já, ég þakka fyrir. Bara gangi ykkur vel í áfram. Hún verður í þjálfun aftur í vetur? Já, hún verður í þjálfun í vetur. Já. Þannig að við fáum að sjá meira af henni. Já. Það er gott mál. Ok, takk hérlega. Takk fyrir spilið. Já.